Fundi framhaldið og við göngum til atkvæða afbrigði. Háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, í samræmi við umræður hér í kjölfar síðasta borgarstjórnarfundar og bókun forsætisnefndar frá fundi nefndarinnar 30. janúar, þar sem forsætisnefnd áréttaði mikilvægi þessar tillögur fyrir fundi borgarstjórnar berist í tæka tíð fyrir útsendingu gagna, að þá legg ég til að við tökum upp þann hátt í þeim tilvikum þegar tillögur eru ekki bundnar í tíma og ekkert kallar á bráðaafgreiðslu þeirra að afbrigði verði felld. Í bókun forsætisnefndar segir, með leyfi forseta, alltaf geta komið upp aðstæður sem kalla á að tillögur séu teknar á dagskrá með afbrigðum, en nokkuð hefur borið á því að þau hafi verið nýtt án þess að brýn nauðsyn krefji. Forsætisnefnd beinir því til borgarfulltrúa að undirbúa borgarstjórnarfundi vel og rökstyðja óskir afbrigði þegar svo ber undir, tilvitnun lýkur. Ekkert í þessu máli, í þessari tillögu eða framgöngu borgarfulltrúans ber það með sér að þetta sé bráðamál. Það þvert á móti þannig, eins og komið fram í borgarráði, að unnar verða sérstakur skýrslur upp úr þjónustukonum Capacent fyrir hvert einasta hverfi. Þær verða lagðar fyrir og í kjölfarið hægt að vísa þeim út í hverfaráðin. Ég held að forsætisnefnd hafi gert rétt í að ræða vinnubrögð, árétta það við borgarfulltrúa að koma betur undirbúnir en áður, en það hefur verið plagsiður á fundum borgarstjórnar að undanförnu að leggja fram óundirbúnar tillögur sem að ekki hefur tekist að fara yfir, og frestir sem að gefnir í fundaskopum borgarstjórnar eru til leiðbeiningar. Það geta verið undantekningartilvik ef brýna nauðsyn ber til eða aðstæður krefja, og til þess eru afbrigðin en ekki til þess að koma í staðinn fyrir eðlilegan undirbúning funda. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar, mér finnst þetta algjörlega ótímabær tillaga vegna þess að á fundi forsætisnefndar, þar sem ég á nú sæti sem áheyrnarfulltrúi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, að þá var þessi bókun lögð fram af hálfu forseta borgarstjórnar, en ég lagði fram bókun og fulltrúi Framsóknar og flugvallavinna tók undir hana með mér að við óskuðum eftir því í bókunni að þetta mál tekið upp á næsta fundi forsætisnefndar og rætt þar. Við tókum einnig fram í bókuninni að við tækjum ekki undir þessa bókun forsætisnefndar. Þannig að ég skil ekki hvers vegna má ekki bíða að minnstakosti eftir næsta fundi forsætisnefndar til þess að fara að beita ákvæði sem lögð var fram bókun á fundi forsætisnefndar. Eigum við þá semst að fara að eyða tímanum í það hérna að fara að ræða fundasköp í staðinn fyrir að ræða bara efnislega þá tillögu sem var lögð fram og svo voru hún annaðhvort felld eða ekki. Mér finnst það algjörlega ótímabært að fara að gera þetta núna. Akkurat einhvern veginn í miðjum klíðum. Þegar að forsætisnefnd hefur ekki klárað sitt mál. Mér finnst það algjörlega ótímabært og ég mótmæli þeirri málsmeðferð. Þá hefur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að veita ansvar. Þá svarar ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að sé alltaf réttur tími til þess að auka aga og bæta vinnubrögð. Það er ekki góð vinnubrögð að sletta inn á fund óundirbúnum tillögum sem hreypaðar niður í flýti og nema brýna ástæðu beri til. Það kjarninn þessa máls. Ef það hægt að sýna fram á einhvern háska eða það að þessi tillaga ekki allt eins heima eftir 2 daga í borgarráði eða á næsta fundi borgarstjórnar, þá auðvitað verður hlusta á það málefnalega. En hér einfaldlega verið að reyna að innleiða eftir umræðu ákveðin vinnubrögð þannig að borgarstjórnarfundi geti gengið vel fyrir sig. Ég vona því verði bara vel tekið en ekki óstinnt að þannig verði farið með þessa tillögu. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskað eftir því að gera athugasemd varðandi fundarsköp. Forseti, borgarfulltrúar, mér finnst þetta bara ágætt að þetta komið fram. Mér finnst ágætt að fólk standi hér upp og segi nei. Við viljum enga breytingar, við viljum bara hafa mikla formfestu
fólk sem gjarnan talar einmitt sveigjanleika, lýðræði, opna fundi, umræðu, fá allt inn, en ekki þeirra hendar ekki, ekki þeirra hendar þeim ekki. Að gera að sleppa því, reyna að hanga á einhverju formi sem búið að setja og gamaldags og helst af öllu pínulítið úrelt. Ég fannst ég lesa það út úr úttektarskýrslu stjórnarfar og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar að það var akkurat það sem var að fjalla þessa borgarstjórnarfundi hérna hjá okkur sem eru svona frekar gamaldags. Það má ekki koma með tillögur sem ég bara alveg út í hött, auðvitað á koma með tillögur inn á fund borgarstjórnar. Hann á ekkert að vera öðruvísi en borgarráðsfundir. Látum það eiga sig. Hér kemur tillaga sem á bara akkurat við hér inn á þennan fund. Aldrei áður, ég tek það fram, aldrei. Enginn forseti hefur verið svo lítill að meina tillögu sem þessari, að koma hingað inn, tillögu sem svo sjálfsagt framhaldir af umræðu sem hérna aldrei. Aldrei nokkuð tíman. Við höfum fundið sem okkar minnsta forseta. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að gera athugasemd varðandi fundarskap. Það á nokkri borgarfulltrúar óskað eftir því að gera athugasemd varðandi fundarskap. Vill borgarstjóri gera það einnig? Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla ekki að leggjast í rifrildum það sem gamaldags og úrelt við borgarfulltrúan, enda hann sérfræðingur á því sviði. Það sem ég vil bara hins vegar árétta að fundarsköp og reglur borgarstjórnar fjalla tillögugerð og hvaða frestir eru eðlilegir að virða til þess að málsmeðferð geti verið eins góð og málefnaleg og kostur Borgarstjórnarflokkarnir hafa undirbúningsfundi degi fyrir borgarstjórnarfundi til þess að fara þar yfir og undirbúa fundina og afgreiðslu mála. Það tekur mið af því að þá hafa öll mál borist. Það plagsiður, og ég endurtek það plagsiður og vond vinnubrögð að sletta inn á fundi óundirbúnum tillögum eftir því sem að andinn blæs mann í brjóst, og það bara prýðileg regla að taka ekki slíka tillögur inn nema nauðsyn beri til. Þær geta þá alveg beðið næsta fundar. Þá hefur borgarstjóri lokið það að veita athugasemd varðandi fundarsköp og þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að gera athugasemd varðandi fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta mál vil ég nú fyrst og fremst segja að þessi bókun í forsætisnefnd boðar ekkert nýtt. Þessi bókun í forsætisnefnd til þess eins að árétta ákvæði sem að hafa verið í háa herrans tíð inni í samþykktum borgarinnar. Við höfum ítrekað rætt þetta í forsætisnefnd í gegnum tíðina og hinum ýmsu kjörtímabilum að það sé ekki gott, hvorki fyrir lýðræðið, upplýstar ákvarðanir eða borgarbúa, ekki fyrir borgarstjórn, ekki fyrir borgarbúa, ekki fyrir embættismenn, það ekki gott fyrir neinn að hér sé verið að dengja inn óundirbúnum tillögum. Tillögur mega sannarlega koma hér inn í borgarstjórn, það öllum borgarfulltrúum frjálst að setja mál á dagskrá eins mörg mál og þeir vilja, en það þarf að gerast í tæka tíð til þess að allir borgarfulltrúar geti uppfyllt bara hreinlega þá lagaskyldu að taka upplýsta ákvörðun þær tillögur sem hér liggja fyrir, taka upplýsta afstöðu til þeirra. Þess vegna áréttuðum við þetta í forsætisnefnd. Það var ekki bara ég sem forseti, heldur við þrjú sem að skipum forsætisnefnd sem að lögðum fram þessa bókun. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks fór vissulega, eins og hann hefur sjálfur sagt frá hér, fram á að þessu máli yrði frestað. Við sjáum enga ástæðu til þess að fresta því að árétta einföld skilaboð. Þetta ekki mál sem verið að taka, þetta ekki ný ákvörðun, þetta ekki pósitív ákvörðun, það ekkert að breytast annað en það að við áréttum að fólk þurfi að undirbúa borgarstjórnarfundi í samræmi við samþykktir borgarinnar. Það það sem við bókuðum í forsætisnefnd og það það sem við ætlum að fylgja eftir hér í dag. Ekki ég ein sem forseti eins og einhver talaði hér, heldur við sem að skipum meirihluta borgarstjórnar. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu varðandi umræðu fundarsköp og þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, minnst þetta algjörlega mögnuð umræða að það tekur lengri tíma að ræða þetta heldur en að greiða atkvæði þessa tillögu.
Það sem mig langar aðeins til að minnast á í þessu sambandi, að það þessi fíni samstarfssamningur meirihlutans sem að ég alltaf að sjá betur og betur að eru ekki einu sinni pappírsins virði. Opið lýðræði, ræða saman, allir að koma að og svo framvegis, þetta eru bara einhver orð á blaði, blaha, blaha, sem ekkert markatakandi. Mér finnst þetta að vera hálfgert fundaofbeldi. Og varðandi þessu orð borgarstjóra, að borgarstjórnarflokkarnir hittist nú deginu fyrir borgarstjórnarfund til þess að fara yfir þau mál sem að verða rædd á fundinum, af því að meirihlutinn, fulltrúar meirihlutans, hafa svo ofboðslega miklar áhyggjur af því að við í minnihlutanum séum ekki undirbúa okkur og komum bara hérna inn, algjörlega bara búin að vera eitthvað staðar á skíðum og á Facebook alla helgina, að þá vil ég nú bara benda á það að máli sem við settum á dagskrá var sent rúmlega 9 föstudagsmorgun, þar var óskað eftir gögnum. Hvenær bárust þessi gögn? Jú, þau bárust frá 8:17 í morgun til 13:28. Hvernig á minnihlutin að geta undirbúið sig þegar við fáum gögn í hendur sem við byggjum á föstudegi og þau eru send sama dag og borgarstjórnarfundur Við reynum að undirbúa okkur minnihlutin eins vel og við getum, en við verðum þá líka að fá aðgang að gögnum. Þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að taka til máls undir umræðu fundarsköp og þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, opnar umræður þar sem allir geta tekið þátt krefjast þess að fólk fái tíma til þess að undirbúa sig undir þær. Það þess vegna sem við óskum eftir því að mál séu sett á dagskrá með ákveðnum fyrirvara, þannig að við getum tekið málefnalega á þeim og tekið eðlilega umræðu þau. Það ekki hægt að ætlast til þess að maður taki umræðu eitthvað sem að dettur inn á dagskrá fyrirvaralaust. Þess vegna eru fundarsköpin eins og þau eru í nafni lýðræðisins eins og þau eru. Opins lýðræðis, það einmitt það. Ef að borgarfulltrúin hefur eitthvað það, athugasemdir við það hvernig gögn eru að berast til borgarfulltrúa, þá sjálfsagt og eðlilegt að skoða það, en það að mínu mati tiltölulega ósanngjarnt að tala hér til embættismanna. Það ekki borgarfulltrúar sem eiga að skaffa borgarfulltrúum gögnin, það eru embættismenn sem afhenda þau gögn sem að þarf, og mér finnst það pínu ómaklegt þar sem að embættismenn geta ekki tjáð sig hér í þessum sal að borgarfulltrúar séu að kvarta yfir því hér. Það sjálfsagt og eðlilegt að taka á því á þar til bærum vettvangi. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þetta átti ekki að vera skömm til embættismanna. Þetta átti að vera ábending til borgarfulltrúans Sólveigar Tómasdóttur sem kemur hér upp í pontu og bókar á forsætisnefndarfundi að minnihlutinn eigi að undirbúa sig betur. Þetta ábending til hennar það að þá þurfa gögn að liggja fyrir. Þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að svara andsvar. Óskar borgarfulltrúin eftir því að taka til máls? Og óskar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því. Bíddu aðeins, hafið þið hug á því að svara, að veita ansvar að þessu? Nei. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér langar til þess að nota þetta tækifæri til þess að leiðrétta forseta borgarstjórnar Sólveigu Tómasdóttur aðeins, þar sem hún talar að þegar borgarfulltrúar komið fram með að því mér finnst réttmætar athugasemdir varðandi aðgang okkur að gögnum og þjónustu við okkur borgarfulltrúa að við séum að skamma hér embættismenn og það sé enginn embættismaður í salnum. Ég vil bara leiðrétta það. Við erum með hvorki meira né minna en æðsta embættismann Reykjavíkurborgar í salnum sem er borgarstjóri sjálfur. Við mögum aldrei gleyma því að auk þess að vera pólitískur borgarfulltrúi, þá hann líka æðsti embættismaður borgarinn og ber skyldu sem slíkur, og þess vegna hann hérna í öndvegi til þess að geta svarað spurningum sem snúa að stjórnsýslunni, og hann gerir það örugglega bara vel eins og hans von og vísa vonandi. En ég vil að taka undir þetta. Ég held að við þurfum að taka gagngera umræðu það hvernig staðið að miðlun gagna til okkar borgarfulltrúa, kjörinna fulltrúa. Ég hef nú nöldrað þetta sennilega árum saman inn í kerfinu með lítinn árangur borið, þess vegna er kannski best að taka þetta upp á vettvangi borgarstjórnar, en ég held að þar þurfa að gera miklar bætur á hvernig aðgangi að gögnum er háttað hjá okkur. Maður hefur á tilfinningunni að meirihlutinn gerir það hvað eftir annað, hann haldi gögnum frá minnihlutanum, afhendi minnihlutanum gögnin eins seint eins og hægt er,
þannig hann hafi sem minnstan tíma til að undirbúa sig málefnalega fyrir fundi sem þessa. Og svo vil ég enn einu sinni segja það að mér finnst algjörlega til skammar hvernig staðið að aðgangi okkar að fundargerðum sem eru nú svona einhver mikilvægastu gögn sem við vinnum með. Þau kerfi sem okkur er ætlað að nota ásamt almenningi til þess að ná í fundargerðir borgarstjórnar og nefndar af borgarinnar er óþjált og fyrir niðan allar hellur. Ég tel að þau þurfa að gera, það þurfa að taka þessi mál upp með heildstæðum hætti og ekki síður hvað varðar bakgögn og alveg óviðunandi að mjög margir embættismenn borgarinnar hafa miklu meiri aðgang og betri aðgang að þessum gögnum heldur en við borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu fundarsköp og þá er borgarstjóri óskað eftir að gera stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara vil taka undir með borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni. Ég er vissulega æðsti embættismaður borgarinnar og viðstaddur þennan fund, en ég kannast ekki við að til mín hafi verið beint neinum beinum upplýsingar fyrir þennan fund. Hvorki af fulltrúum Framsóknarflokks né Sjálfstæðisflokks. Það má vera að þeim hafi verið beint til annar embættismanna. Þá hef ég út af fyrir sig ekki verið upplýstur það og gera engar athugasemdir við það. En ef að borgarfulltrúar vilja að ég beri ábyrgð á að einhverju gögn berist fyrir fundinn, þá verð ég auðvitað að fá þær beiðni til mín. Hv. borgarstjóri hefur lokið að gera stutt athugasemd. Borgarfulltrúinn óskað eftir að taka til máls. Gera stutt athugasemd. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gerir stutt athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, ég bara verð að segja magnað í annað skipti að borgarstjóri sem er æðsti embættismaður að hann sé að setja sig í það hlutverk að það sé beint til hans í tölvupóstum að afhenda ákveðin gögn. Ég veit ekki til þess að það verklag hafi einhvern tímann verið hérna, þannig mér finnst þetta svolítið útúrsnúningar. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að gera stutt athugasemd og gerir hv. borgarstjóri stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get líka tekið undir með borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur að það verklag hefur ekki tíðkast, en vildi einfaldlega halda þessu til haga vegna þess að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fann að því að ég væri fulltrúi embættismanna í salnum og bæri ábyrgð á því upplýsingar bærust og vildi bara halda því til haga að ég get ekki borið ábyrgð á öðrum beiðnum þær sem mér er kunnugt Ég tók að sérstaklega fram að ég gerði engar athugasemdir við það þó að borgarfulltrúar beindu beiðnum fyrirspurnir til skrifstofu borgarstjórnar eins og hefðbundið er og þeir eiga að gera. En ef ég á að hlutast til einhverjar slíkar upplýsingar þá verð ég einfaldlega að vita af því. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að gera stutt athugasemd. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur þá óskað eftir því að gera stutt athugasemd. Fundarstjóri, góðir borgarfulltrúar. Borgarstjóri góður, ég fann ekki að því að borgarstjórinn væri hér í salnum sem fulltrúi embættismanna, síður en svo, þetta er hans hlutverk. Ég var að reyna að gera athugasemdir við þau orð forseta, að það væri, sem mér fannst gefið skín að það væri ómaklegt að fjalla þessi mál, því hér væri verið að krítisera embættismenn sem eins og gæti ekki borið hönd fyrir höfuð sér, en það er að sjálfsögðu hlutverk borgarstjóra að gera það, en ég lít alls ekki svo á að fulltrúi Framsóknarflokksins hafi verið með einhverja ómálefnalega gagnrýni á embættismenn, þrátt fyrir að forseti hafi viljað túlka það þannig, heldur bara uppbyggileg gagnrýni sem ég held að sé bara mjög auðvelt fyrir borgarstjórinn að svara. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið að gera stutt athugasemd, þá gerir hv. borgarstjóri stutt athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, gott og vel. Engin skaði skeður og ég tek þetta ekkert óstund upp, en vil fullvissa borgarstjórn, bæði meiri og minni hluta, að aðgangur þeirra upplýsingum er mjög mikilvægur öllum sem vinna hjá Reykjavíkurborg og þess er gætt í hvívetna að reyna að koma upplýsingum til borgarfulltrúa eins hratt og vel og hægt er í hverju tilviki fyrir sig og það stendur. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs vegna fundarskapa og við göngum þá til atkvæði afbrigði. Óskað hefur verið eftir að taka á dagskrá tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þeir sem samþykkja það gjöfumerki. Þau sem á móti kunna vera. Það er fellt með 9 atkvæðum gegn 6. Og
Borgarfulltrúar meirihlutans boða bókun og sama gildir borgarfulltrúar minnihlutans. Já, við höldum þá áfram dagskránni og höldum áfram umræðum könnun Capacent ánægju íbúanna og það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi sem næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Það liggur alveg ljóst fyrir að Reykjavíkurborg fær falleinkunn í þessari þjónustukönnun 19 stærstu sveitarfélaga landsins. Reykjavíkurborg stendur sér langverst Íslandsmeistari í lélegri þjónustu og þessi svör borgarstjóra Dagsbjörg Eggertssonar borgarstjóra að Reykvíkingar séu kröfuharðari þannig að fólk út á landi og fólk hér í nágrannasveitarfélögunum sætti sig við eitthvað miklu minna eða meti hlutin einhvern veginn allt öðruvísi heldur en við hér, að náttúrulega algjörlega út úr kortinu. Og það að vísa til þess sem borgarstjóri gerði að á þeim svæðum sem að væri lítil menningarstarfsemi væri fólk sáttara heldur en hér í borginni sem svona rosaleg menning væri ríkjandi. Það ekki bara þannig að fólk leggur mismunandi skilning í menningu? Að fólk út á landi sé jafnvel í litlum leikfélögum þar sem það nýtur þess meira heldur en að einhvers listaverk sem búið að tróða á milli gafla og blokkum upp í Breiðholti sem að næstu enginn sér. Eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason kom inn á hér áðan og fór yfir niðurstöðu könnunarinnar, þá Reykjavíkurborg í neðsta sæti í samtals 8 liðum. Það eru 8 spurningar sem að Reykjavíkurborg í 19. sæti hvað þjónustu varðar. Reykjavíkurborg einu sinni í 18. sætinu, einu sinni í 17., einu sinni í 16. og einu sinni í 15. Þetta algjörlega ófullnægjandi. Og hvað kemur skást út? Það eru menningarmálin, það Reykjavíkurborg í 15. sæti. Og hvað þarf að bæta? Það eru samgöngumálin. Og þá hugsa ég, þarf ekki aðeins að fara að ræða við borgarbúa stefna meirihlutans eða þessi samþykkt sem var gerð hjólaborgina Reykjavík. Og ég tek það fram, ég ekki á móti hjólum, hjólamenningu. Hins vegar hefur veðrið verið þannig síðustu 2 mánuðina að það hefur nú ekki verið fyrir marga að hjóla nema kannski helstu spandex strákana í þessu veðri. Þannig ég held að við verðum að fara að tala við borgarbúa hvernig viljum við hafa samgöngurnar, hvernig viljum við hafa gatnakerfi og svo framvegis. Enda virðast vera til nægir peningar til þess að eyða 100 milljónum í þetta verkefni á hverju einasta ári á meðan að önnur verkefni sem að myndi nú telja undir grunnskyldu sveitarfélaga sitja á hakanum. Það sem ég til eftirtektarvert í þessari könnun könnun hverfa vegna þess að við munum öll eftir könnunni sem Capacent gerði hvað 2013 og svolítið leiðarljósið í aðalskipulaginu að hvar vilja flestir búa. Svokölluð húsnæðis- og búsetukönnun borgarbúa. Og hlutfallslega flestir vildu búa í vesturhlutanum, þar að segja í miðbænum og nærliggjandi hverfum. Það var í rauninni stemmingin. Þessi könnun, hvar vill fólk búa? Ég segi alltaf þegar ég lesi þessa könnun, ég vil búa í New York, ég bara bý í Reykjavík. Það eru rosalega margir sem sjá miðborgina í hillingum, sérstaklega ungt fólk. En þetta fólk aldrei kannski að fara að búa þarna. Það vill búa þarna eins og ég vil búa í New York. Og mér finnst svolítið þessi könnun eftir hverfum endurspegla þetta að það ekkert jafn frábært að búa í miðbænum eins og meirihlutinn vill vera á að láta. Ef við aðeins skoðum þessa könnun milli hverfa bara út frá miðborginni, að það sagt frá því að þetta séu 10 hverfi, en þau nú reyndar alltaf bara miðað við 9 af því það þarna 2 hverfi tekin saman í 1. Og þá spurt, hversu ánægður ert þú með að búa með þitt hverfi sem stað til þess að búa, og miðborgin lendir í 6. sæti af 9.
og skipulagsmálin í síðasta sætinu. Þannig að íbúar miðborgarinnar eru ekkert sáttir við að búa þarna og þeim finnst skipulagsmálin, það er það hverfi sem er óánægðast með skipulagsmálin. Gæði umhverfis í nágrenni við heimili, það er líka í síðasta sæti. Þjónusta við barnafjölskyldur og þjónusta grunnskóla í hverfinu, það er næst síðasta sæti hverfunum. Þjónusta við leikskóla, 7. og 9. sæti. Aðstöðu til íþróttaiðkunar, næst síðasta sæti. Þjónusta við fatlað fólk, neðsta sæti varðandi miðborgina. Þjónusta við eldri borgara, 7. sæti. Menningarmálin hins vegar, þar lendir, eru íbúarnir sáttir. Þar er miðborgin í 1. sæti, enda ekki undarlegt. Þjónusta í tengslum við sorphirðu, hún er líka ánægjuleg hjá íbúa miðborgarinnar, það er í 1. sæti. Þannig að við sjáum það, þetta er skipulagsmálin í miðborginni, íbúarnir eru ekkert ánægðir með þau og þetta á að vera drauma hverfið. Og er gert ráð fyrir því að þarna vilja flestir búa, þarna fara einn mesta þéttingin fram. Og það er spurning, hvaða aðrir þættir eru það sem ráða ánægjunni? Það virðist vera eitthvað annað. Það virðist vera eitthvað annað heldur en þessar spurningar sem fólk er spurt að í þessari könnun. En það liggur alveg ljóst fyrir, Reykjavíkurborg er í síðasta sætinu í þjónustukönnuninni miðað við 19 stærstu sveitarfélög landsins. Íbúar miðborgarinnar eru ekkert sáttir nema þegar það kemur að menningu. Þannig að það eru einhverjir aðrir þættir sem hafa áhrif á ánægjuna af því að búa í Reykjavík, sem að hefur kannski ekkert með Reykjavíkurborg sem slíka að gera, eða ánægjuna að búa í miðborginni, eitthvað annað heldur en hefur með þjónustu Reykjavíkur að gera. Að minnsta kosti eru íbúarnir mjög ósáttir við skipulagsmálin. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómenn næst á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú erum við að ræða þjónustu sveitarfélaga og þjónustu í hverfunum. Og það er bara að gera svona slíka könnun, það er náttúrulega bara að fá niðurstöður, það er náttúrulega bara ofsalega gott og á náttúrulega að vera hvatning fyrir okkur til þess að gera betur, það bara gefur augaleið. Mér langaði bara rétt til þess að fara yfir þann hluta könnunar sem snýr að menningar- og ferðamálaráði. Ég tek það fram að borgarráð fékk þessa kynningu að þessari úttekt á síðasta fundi og við höfum ekki rýnt þetta í okkar ráði og gerum það á næsta fundi. En ég ætla ekki að fara neitt djúpt í þessa könnun en ég kafa ofan í ákveðnar stofnanir, heldur kannski að draga fram bara einhverja, bara svona þær fréttir sem ég les út úr því. En nú almennt er Reykjavíkingar óánægðir með þjónustuna í Reykjavík en íbúar annarra sveitarfélaga eða 4 á móti 4,2 á 5 punkta skala. Og það er til dæmis staðreynd að íbúar í Garðabæ eru ánægðastir með sína þjónustu. Umfangsminni menningarstefna þar, færri tónleikar, listburðarviðburð og svo framvegis heldur en í Reykjavík. Hér þurfum við kannski að greina betur hvaða sem Reykjavíkingar eru ósáttir við og hvaða sem gera þar betur. Ánægja með hvernig Reykjavík sinnir menningarmálum er að meðaltali 3,3 og lækkar 0,3 milli ára. Það er náttúrulega mjög leiðilegt. Það er náttúrulega mjög leiðilegt að talan skuli vera að lækka. En ánægja með menningarmál í Reykjavík er lægri en í mörgum öðrum sveitarfélögum þrátt fyrir það að menningarstarfsemi sé að mesta móti í Reykjavík. Helstu menningarstofnanir borgarinnar eru mikið sóttar og flestar þeirra, eins og við öll hér vitum, eru í miðborginni en einungis 16% íbúa sækja enga þeirra á ársgrundvelli. Ljóst er að íbúar í Reykjavík gera miklar kröfur til menningarstarfsemi. Sýnu mest er ánægjan með menningarstarfsemi meðal miðborgarbúa og virðist minnka fjær dregur miðborginni
og til að mynda aðeins 2,5 meðal íbúa Grafarholts og Úlfarsárdals. Þetta eru skýr skilaboð að menningarstarfsemi þarf að efla og styrkja víðar en í miðborginni. Komdu í menninguna eða við komum með menninguna til þín. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jámenn hefur lokið máli sinni og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef nú sagt það áður, maður alltaf að undirbúa sig vel áður maður byrjar að því að klukkan byrjar ekki fyrr en þú segir fyrsta orðið. Telja. Jæja, hvað það? Það já, þessar blessuðu þjónustukannanir Capacent hafa nú verið hérna oft til umræðu hér og ég held að þetta sé í 5. skipti sem að ég hlýði að tek þátt í umræðu þetta og já, ég held nú reyndar að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason hafi nú alla tíð flutt mjög svipaða ræðu sem er sjálfsagt ágætt fyrir einhverja. Það er reyndar ákveðið svona trend í þessum könnunum að þegar að heildina er litið og tekur frá árinu 2008 til 2014 að þá erum við svona heldur við erum heldur að laga okkar stöður Reykjavíkurborg. 2008 erum við alltaf lægst, áberandi lægst. Svo tökum við mikið stökk 2009. Við höfum spurt sérfræðinga Capacent út í það og það er að öllum líkindum mestu leyti tengt efnahagshruninu sem þá var. Þá var fólk almennt ánægðara með sína stöðu en það hafði verið. Það mat meira það sem það hafði virðist vera. En þó er það ekki einhlít skýring, allavega hluti hennar. En það er hins vegar jákvætt að við erum svona hægt og bítandi heldur að bæti í þó að það sé eitthvað aðeins mismunandi milli málaflokka. En vaxandi ánægja er ánægjuleg, það er augljóst. Það var spurt hérna af hverju er verið að gera þessar kannanir. Ég hef stundum spurt mig að því og ég held nú reyndar að svarið sé að það er verið að gera þessar kannanir af því að Capacent stendur að því og hérna heldur út í þessum könnunum, býður sveitarfélögum að kaupa sig inn á vagninn og þetta geta sveitarfélög ekkert gert annað en að kaupa sig inn á þetta. Þarna eru upplýsingar sem að hérna geta svo sem alveg nýst í einhverju tilvikum og við getum séð svona ákveðin trend allavega en það er svo sem hæpið að fara einhvern veginn að oft túlka niðurstöður niður í breytingar á 0,1 stigi til að frá. En gott og vel, 79% ánægja er allavega ágætis niðurstaða ef út í það er farið. Sé eitthvað að marka þetta. Það sem er athyglisvert núna er þessi tilraun með að gera þessa hverfakannanir, prófa hverfavinkilinn og það er auðvitað gert vegna þess að sérfræðingar Capacent hafa í gegnum tíðina sagt að líklegasta skýringin á útkomu Reykjavíkurborgar, það er að segja í samanburði við önnur sveitarfélög, sé svo að í Reykjavík hún sé náttúrulega bara miklu stærri, miklu fjölbreyttari, miklu fleiri skoðanir af hvernig hlutirnir eiga að vera. Og það sé stærsta skýringin á því af hverju við skorum ekki hærra. Og það er ágætt, þess vegna var ákveðið að prófa það. Látum aðeins reyna það, getur verið að það sé eitthvað til í þessu. Tökum hennar hverfavinkil
og niðurstaðan úr því styður þessa kenningu sérfræðinga Capacent vissulega. Það er almennt töluvert meiri ánægja eftir því sem að er spurt það sem nær þér, heldur en fjær. Og það bara ágætt í sjálfu sér. Við hljótum að vera ánægð með það að íbúar hverfana séu ánægðari með hverfin sín heldur en borgina sína. En hvað það segir okkur í raun og veru, það er kannski erfiðar að túlka það, nákvæmlega. Það hefur nú komið hérna, það hefur nú aðeins verið borið á góma hérna menningarmálin. Ég hef nú oft nefnt þetta, að það er pínlítið sérkennilegt að það sé svona miklu meiri ánægja til dæmis með hvernig er staðið að menningarmálum á Seltjarnarnesi heldur en í Reykjavík. Þar er jú bókasafn og eitthvað, ég veit það ekki, sama við Garðabæ, þar er ánægjan með menningarmál mun meiri. Ég þekki nú ekki hvert er öflugt áhugamannaleikhús eða leikfélag í Garðabæ, það má vera. Ég hef ekki allavega man ekki eftir að hafa séð einhverja sérstakar eða heyrt sérstakar umfjöllun það. En hugsanlega er þetta bara vegna þess að það er meiri sátt hvernig hlutinir eiga að vera. Talandi samgöngumál, þá er auðvitað athyglisvert að velta því fyrir sér. Það var auðvitað kosið samgöngumál að nokkru leyti í síðastlið vor og svo samgöngustefna sem hefur verið rekin hér, hún hlaut bara nokkuð góða kosningu. 2/3 atkvæða líklega, alltaf það, jafnvel meira. Ef að hluti atkvæða Sjálfstæðisflokksins tekið með þá þurfum við kannski 80%, 90% jafnvel. En eins og ég segi, þetta er ágætt þetta er ágætis svona viðmið og þetta getur verið ágætis svona barómeter á hvar þarf sérstaklega að skoða hlutina og þar vil ég nú nefna málefni fatlara og eldri borgara og þar held ég að sé nokkuð ljóst að við þurfum að spýta í lófana þegar það kemur sérstaklega að þjónustu við fatlaða því að þar er auðvitað greinilega pottur brotinn og ég held að við getum sagt það bara, verðum að horfast í augu við það og okkur hefur ekki tekist sem skyldi að taka við þessari þjónustu frá ríkinu með þeim fjármunum sem því fylgdu og færa hana á það stig sem að notendurnir raunverulega eru að óska eftir. Það er algjörlega ljóst að þjónustustigið var ekki eins og notendur óskuðu eftir á meðan þjónustan var hjá ríkinu. En hún var auðvitað fjær. Hún var miklu fjær fólki þegar hún var hjá ríkinu heldur en hjá borginni og ég held að óánægjan sé að koma miklu betur í ljós en var áður og það er mikilvægt og það er vel. Því að öðruvísi auðvitað getum við ekki brugðist við og getum ekki lagað hlutina. Sama á við eldri borgara að nokkru leyti. Það er greinlegt að við þurfum einhvern veginn að samræma okkur betur með ríkinu hvernig við eigum að standa að þjónustu við eldri borgara því að þar er pottur brotinn. Nú talandi um New York, þá googlaði ég aðeins hvort að íbúar New York væri ánægðir með þjónustu borgarinnar. Ég fann nú reyndar ekkert það, en ég fann hins vegar að íbúar New York eru almennt óhamingjusamir. Óhamingjusamastir allra íbúa stórborga í heiminum. Það þykir mér ekki góða fréttir því að þetta er auðvitað leiðinlegt því að New York er góð borg. En við búum ekki þar. Við búum í Reykjavík. Íbúar Reykjavíkur eru almennt ánægðir. Við mælumst hátt þegar kemur að hamingju. Það er tiltölulega hátt þjónustu í Reykjavík. Og eins og ég segi, þá virðist vera að séum 79% ánægja með þjónustu borgarinnar. Það eru góðu fréttir. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Fyrirgefið við skulum gera hlé á fundi og fá okkur að borða. Forseti steinglindi en maturinn er tilbúinn. Gerum 30 mínútna hlé.